Stálið mættur heim og mættur í Blika, bara hvernig að vera komin aftur í grænt? Bara geðveikt. Mjög góð tilfinning, spenntur fyrir restan tímabilinu og sjálfsögðu bikarúrslitunum. Þannig að já, mjög spenntur fyrir restan tímabilinu og við þurfum bara að klára þetta stæl og ekki bara hugsa þessi bikarúrslit, sístum deildina líka og enda þetta vel. Voru skiptið lengi í pípunum eða? Þetta tók nokkrar vikur sko. Það kom svolítið upp úr þurru, en þeir höfðu samband og ég hafði strax áhuga að koma aftur í Breiðablik og spila aftur fyrir liðið mitt sko. Þannig að þetta var einhvern veginn alltaf að róa í rétta átt og svo komist það samkomulagi, þannig að það tók nokkrar vikur. Nú ertu með nokkuð vígalegan skurð á andlitinu, hvað gerðist? Já, þetta kom upp á æfingu í dag bara, lentum saman ég og Jónni, þannig að nokkur spór sko, en það var alltaf heima mig. Leikfær á sunnudaginn? Já. En Jónatan? Já, ég held að líka sko, hann lenti aðeins illa í þessu, en aðeins verri í þessu, en ég held að hann verið góður. Hvernig var bara lífið í Bandaríkjunum? Já, bara mjög flott sko, liðið kannski stóð sér ekki vel, en ég einstaklingslega séð stóð mig vel, náði að skora og náði einhvern veginn að setja sjálf mig aftur á mappi ef maður getur sletta aðeins sko. Maður var svo út í hátt í 6 daga og átti náttúrulega bara erfitt, en Breiðablik fyrst gaf mér smá séns í að komast af stað og svo endanlega einhvern veginn náði ég að sanna með hana, þannig að þetta er gott að vera komin aftur í fótbolta á hverjum degi og fara að æfa almennilega og spila 90 mínútur alla leiki sko, það er náttúrulega bara allt annað. Hvernig bara er levelið hjá Luton liðinu? Já, það er bara fínt sko, það eru leikmenn í þessari deild sem geta alveg spilað hérna heima og eru með jafnvel hærra getustig sko, en þetta er svona, það er örugglega þjálfunin og aðrir hlutir sem svona halda henni aðeins aftur, finnst mér. Já, það eru góði leikmenn hér og þar og svo eru slæmir leikmenn hér og þar líka, þannig að þetta er alveg líkt íslenska boltanum þannig séð, en ég held að þetta sé aðeins betra hérna heima og þjálfun og umhald og allt svoleiðis. Breiðablik myndi þá vinna Luton ef þau myndi mætast? Já, ég held að þau myndi taka leik, já. Þú veist, félagið Luton tilkynnti þegar þú varst að fara og værir dýrasti leikmaður sem hefur verið seldur frá félaginu, þú veist, gillar það aðeins? Já, það er alltaf bara fínt sko, alltaf gott að fá einhver svona headline sko, en það var ekkert rosalega mikill peningur held ég, en jú, þeir eru að reyna að nota þetta til að svona, þú veist, establisa sjálfa sig sem selling klúbb og félag, þannig að þeir gera bara eins mikið úr þessu að þeir geta. Þú veist, var möguleiki síðasta vetur þegar þú varst búinn að vera hjá Blikum að vera áfram? Já, það var alveg möguleiki á því, en ég taldi þetta vera besta kostinn á þessum tíma, en núna eru bara komnar upp aðrar aðstæður og Breiðablik var alveg handviss og mjög bara árænir í að fá mig tilbaka og sýndu mikinn áhuga, þannig að það er svona, þú veist, þegar maður finnur fyrir þannig ást og vilja og áræni að koma manni heim og þú veist, að þeir allir drýta mann sem alveg player, þá svona kýtlar miklu meira að vera heima og sjálfsögðu bara besta við Breiðablik. Mætið KR núna á sunnudaginn, stórleikur svona yfirlið svara fyrir tapið gegn Val á mánudaginn? Já, að sjálfsögðu. Það er síðustu helgi. Að sjálfsögðu þurfum við að svara fyrir það. Þú veist, ég held að vera meira leik þegar Davíð skorar hann 1-1. Við vorum með svona momentumi með okkur þegar hann skorum þetta mark, en það er einhvern veginn datt aðeins úr sig á okkur og við þurfum að svara fyrir það klálega á móti KR. Síðan fín gulrót þegar þú kemur að vita af þessum bikarúrslitum? Já, að sjálfsögðu. Það væri áhugavert að analýsera bikar með einn leik spilaðan, en já, þetta er risastórt fyrir okkur. Við erum svona einhvern veginn í einhverju einskismannslandi í þessari deild, virðist vera, en það þýðir ekki að við setjum, við tökum fótinn af pedalnum í deildinni. Við þurfum ennþá að mæta alla leiki og þú veist, spila vanlega og gera gott úr þessu, en sjálfsögðu góð gulrót í endanum að við höfum þennan Evrópuleik sem
Nei, hérna þennan byggarleik sem getur komið okkur í Evrópu á næsta ári. Getur það verið tryggja svona peppa sig upp í deildarleiki fyrst að það er engin liði í kringum ykkur? Þú veist, já, en hérna, þú veist, þá er bara undir leikmennu komið að peppa sig upp í þetta og hérna gera þetta almennilega, annars hérna verður þetta bara eitthvað jójó dæmi sem að við, hérna, ég veit bara að við í leikmennu Breiðabliks erum ekki að, hérna, ekki skjóta á.